Góða kvöldið og velkomin í kvöldkaffi. Gleðilegt nýtt ár. Við ætlum að byrja árið á að spjalla aðeins arkitektúr og margt sem að því fylgir. Hann kominn til mín, hann Hjörleifur Stefánsson, arkitekt. Velkomin. Takk fyrir. Takk fyrir að koma. Já, takk fyrir að bjóða mér. Hvernig leggst árið í þig? Það leggst bara ljómandi vel í mig. Já, hvað ætlar að bralla í ár? Ég ætla að sinna barnabörnunum mínum og ég ætla að sinna 2-3 spennandi viðfangsefnum sem ég að fást við. Annars vegar er rannsókn á torfhúsaarfinum okkar og hins vegar það bygging nýrrar kirkju í Grímsey. Já, það er kannski það sem að helst rak mig til þess að heyra í þér af því ég mjög spennt hvað þú hvernig gengur að takast á við þessa kirkju vegna þess að það stórt verkefni. Já. En við ætlum fyrst aðeins að fá að spjalla aðeins um þig og þinn bakgrunn. Já. Hvað ertu búin að vera arkitekt lengi? Ég er búin að vinna sem arkitekt í það bil hálfa öld, 50 ár. Já, ekki nema. Ég kom frá Noregi 1974 og var þá búin að vera að vinna þar í 2-3 ár á arkitektstofu og síðan hef ég unnið hér á landi. Já, þú lærið þér arkitektúr í Noregi, eða? Já, ég lærði í Noregi. Ok, hvernig finnst þér mikill munur á því sem er kennt þar og hér? Sko, þetta svo gjörbreyttir tímar. Já, það kannski aðra það. Fyrir 50 árum síðan, ég fór til Noregs 1967 á loknu stúdentsprófi að læra byggingarlist. Þá var Noregur fátækasta land Norðurlanda, að ég held. Í alvörunni? Já, Norðmenn voru alllengi að ná sér eftir heimsstyrjöldina seinni og miðað við til dæmis Svíþjóð og Danmörku þá var Noregur að ég held fátækt land. Nú Norðmenn ríkir og Íslands samfélag hefur gjörbreyst líka á þessum tíma. Þannig það er erfitt að bera þetta saman. Já, 50 ár segiru, það nú alveg ágætis tími og margt breyst. Já. Og þú hefur greinilega haft svolítið mikinn áhuga á því hvernig hlutirnir breytast í þínu fagi. Já, í náminu mínu þá fékk ég fljótt áhuga á þessari sögulegu samhengi hlutana. Og lokaverkefni mitt til dæmis í náminu var fólkið í því að teikna ný íbúðarhúsin í ævagömlu hverfi í Þrándheimi. Og þessi þáttur, það að segja því sögulega samhengi byggingarlistar og híbýlahátta hefur einhvern veginn verið mér svolítið hugleikið alla tíð. En af hverju skiptir það máli? Hvað gerðist það undan? Hvað máli skiptir það? Þetta raun og veru lykillinn að því að skilja samhengi sitt og skilja hvar maður staddur hverju sinni. Og það segir manni svo mikið mann sjálfan og það samfélag sem maður býr í. Ég var mjög upptekinn til dæmis af þessari breytingu sem hefur orðið á íslensku samfélagi. Hvernig, þegar ég fór út í nám í byggingarlist þá voru arkitektar mikið að vinna verkefnum sem að luta því að bæta hag samfélagsins, bæta hag þeirra sem minna máttu sín í samfélaginu. Það var verið að skipuleggja hverfi eins og Árbæjarhverfi og Breiðholtshverfin sem voru byggð til þess að gefa almenningi kost á sæmilegu húsnæði. Á fyrri hluta 20. aldar þá bjuggu Íslendingar margir hverjir í mjög slæmu húsnæði. Þegar ég ólst upp í Reykjavík þá voru braggahverfi mjög víða og gríðarlegur fjöldi fólk sem bjó bara bókstaflega í ósæmilegum húsum, bæði braggum og djúpum kjöllurum og svo framvegis. Og þessi hverfi og þessi viðleitni samfélagsins tókst á við þetta að bæta samfélagið að þessu leitinu til. Þetta var það sem vakti áhuga minn á því að fara að læra arkitektúr. Svona viðfangsefni af þessum toga. Já, nú erum við vonandi alltaf að reyna að bæta samfélagið okkar og náttúrulega híbýli fólks svo sem algjör grunnstoð fyrir því að fólk geti átt gott líf. Já. Hvernig finnst þér við svona vera að þróa þetta? Ég ekkert alls kostar ánægður með það sem að gerast í þessu máli. Það sem hefur breyst frá því að ég byrjaði að vinna sem arkitekt, segjum kringum 1970 þar bil,
Sko nú orðið er stór hluti af viðfangsefnum arkitekta fólgin í því að auka hag þeirra sem að gera sér fé úr því að byggja fyrir aðra. Og það finnst mér bara ekkert áhugavert. Mér finnst það ekki horfa allir framfara nema fyrir þá sem að fá að þessu aukinn gróða eða sko það sem áður var samfélagslegt viðfangsefni hefur í vaxandi mæli orðið viðfangsefni einkaaðila. Já, gróðastarfsemi. Gróðastarfsemi er það sem knýr það áfram að mjög miklu leyti. Já. En auðvitað er þetta alslæmt en þetta einhvern veginn tekur það úr þessari starfsgrein sem að mér fannst áhugaverðast. Það hlýtur að vera einhvers konar gullið jafnvægi á milli þess að sko passa að maður tapi nú ekki á því að byggja hús og á sama tíma hafa yfirsýn til þess að hugsa fólkið sem að mun þurfa að nota húsið. Já. Ég veit ekki alveg hvað maður liggur í því. Nei. En sko, einna áhugaverðustu hverfin í Reykjavík frá mínum bæði þegar séð eins og til dæmis verkamannabústaðarnir við Hringbraut. Þetta var alveg stórmerkileg framkvæmd á sínum tíma sem að olli byltingu að mörgu leyti. Verkamannabústaðarnir í Breiðholti voru líka alveg mjög merkileg framför. Það sem að flinkustu arkitektar þess tíma fengu að spreyta sig á því í hópvinnu að vinna verkefni sem að ríkisvaldið og verkalýðshreyfingin höfðu samið að skyldi verða til þess að koma okkur áfram á þeirri braut að lifa betra lífi. Það er mun minna svona verkefni það held ég. Já, meira bara svona kannski vaðið svolítið áfram í því sem auðveldast að gera eða mögulega. Já. Það er að segja sko, þeir hagsmunir sem hafðu verið að leiðarljósi eru ekki hagsmunir heildarinnar, heldur hagsmunir þeirra sem vilja bæta sinn persónulega hag sem mest með viðkomandi framkvæmd. En nú er náttúrulega heilmikill munur á því að standa frammi fyrir því að þurfa að byggja sér torfbæ hérna fyrir löngu síðan og síðan að þurfa að velja sér íbúð í fasteignaauglýsingunum. Já. En þú hefur einmitt skrifað bók sem myndum á hvað bókin heitir. Hvílíkt torf. Tóm steypa. heitir bókin. Og hún varpar ljósi á þessa merkilegu breytingu sem átti sér stað í byrjun 20. aldar þegar að Íslendingar á bara mjög stuttum tíma hættu að byggja úr torf og grjóti og fóru að byggja úr steinstimbur, fyrst úr timbur og svo steinsteypu. Höfðu áður sko alveg frá því landi byggðist búið í torfhúsum. Og svo allt í einu var þessi stórkostlega breyting og ég hafði þarna rekist á mjög merkilegar heimildir þetta tímabil á Þjóðskjalasafninu sem var tilefni til þess að ég tók saman þessa bók, já. Hvernig, var það bara ekkert mál fyrir þig bara að skrifa eina bók? Jú, þetta var nú eitthvað sem ég var að dunda við sko í tómstundum mínum kannski í fáein ár. Ég rakst á þessar heimildir fyrst, skoðaði þær kannski 1 ár eða svo og smám saman opnuðust augun minn fyrir því hvað þetta væri merkileg heimild og ég vissi náttúrulega hversu merkileg breyting þetta hafði orðið á lifnaðarháttum og híbýlaháttum. Ég vissi það fyrir en þetta varpaði bara nýju ljósi á þetta, miklu skýrara ljósi heldur en ég hafði séð áður. Já, við getum eflaust talað heilmikið akkurat þetta. Er eitthvað eitt sem að svona þér fannst standa upp úr í þessum rannsóknum og pælingum? Já, sko það var nú æði margt reyndar sko, en það varð í gegnum þessar heimildir, þá kom svo skýrt í ljós að til dæmis bara húshitunartækni annars vegar sem kom til sögunar þarna aldamótin 1900, sko fyrir þennan tíma þá voru híbýli manna í sveitum landsins ekki hituð upp. Það var bara líkamshiti manna sem að hélt hita á baðstofunni. En þetta leitir að koma eldavélar og ofnar til sögunar og þetta leitir bárujárn komið til sögunar og þetta tvennt átti mjög snaran þátt í því að ýta okkur út úr torfbæjunum. Torfbæjarnir gátu verið ágætis híbýli en yfirleitt voru þau að ég held afar óheilnæm híbýli
köld og rök og óþrifaleg og einn af aðalforvígismönnunum í þessari híbýlabyltingu var Guðmundur Hannesson læknir sem var náttúrulega upptekinn af hinni heilsufarslegu hlið málanna. Berklar voru mjög algengir og alls konar kvillar aðrir sem fylgdu þessum híbýlum. En sem sagt, þetta atriði reyndi ég að draga fram í þessari bók meðal annars. Já, það er áhugavert að maður er mitt allavega svona eins og ég sem er ekkert eitthvað eldgömul ég hef samt séð torfbæi, ég hef heimsótt einhverju svona torfbæi sem hefur verið haldið við og maður hefur séð myndir og svona, en það eru þá væntanlega yfirleitt þeir torfbæir sem voru upp á sitt allra besta. Já, það voru híbýli þeirra sem betur máttu sín sem voru varðveitt. Það voru gjarnan prestsetur eða svona heldri mannasetur sem gefa svo sem ekki rétta mynd af því hvernig almenningur bjó á þessum tíma. Stór hluti af svokallum tómthúsmönnum til dæmis sem voru jarðlausir menn sem unnu alls konar verkamannavinnu, þeir voru sjómenn, þeir bjuggu í torfkotum sem voru ekki svipur hjá sjón hjá þessum pressetrum til dæmis. Oft á tíðum voru þetta hræðileg hreysi. En engu að síður á þessu sama tíma þá var torfbærinn orðinn á einhvern hátt eins og táknmynd íslenskrar þjóðmenningar. Menn höfðu svona rómantíska sýn á torfbæinn og við höfum það svo sem enn að einhverju leyti. En þetta var svona hálfgerð geðklofi í þessari afstöðu. Annars vegar, þetta voru óheilnæm híbýli og hins vegar hinn rómantíska sýn á þjóðlega arf. Við höfum búið í þessum húsum, torfhúsum alveg frá upphafi og okkar helstu bókmennta afrek voru skrifuð í svona húsum. Já. Og það er kannski það sem þú átti við með þetta rómantíska, að það talar að maður geti komist einhvern veginn í hugarheim Bjarts í sumarhúsum. Ég er ekki búin að lesa bókina þína, en mér fannst það mjög áhugavert að þú sagðir ekkert meira um það. Nei, en það var Bjartur í sumarhúsum vildi komast út úr þessu ástandi og hann byggði sér steinsteypt hús sem var alveg hræðilegt. Það var ekkert síður hræðilegt heldur en torfbærinn. Það var illa einangrað, það var kalt og það var rakt og hörmulegt í raun og veru. En löngunin var þarna til þess að gera betur og ég er rómantíker á þann hátt mér finnst þessi torfbæirnir vera afar fallegir, þeir renna saman við landslagið og einhvern veginn ylja manni svolítið bara að horfa á þá og mér hefur fundist að íslenskir arkitektar ættu í vaxandi, og þeir hafa verið það reyndar í vaxandi mæli að reyna að finna leiðir til þess að gefa nýjum húsum þá landslagstöfra sem að torfbæirnir hafa. Já, maður getur samt eiginlega ekki varist í að taka eftir því að það er ansi margt orðið mjög kassalaga í dag. Já. Og hvort sem að það er bara út af því að það er ekki tími til að pæla meira í því eða það er ekki nógu ódýrt í framleiðslu, ég veit ekki hvað það er. Nei, þetta er náttúrulega einhverju leyti hluti af iðnvæðingunni. Áður fyrr þá byggði hver maður sitt hús úr þeim efnum sem voru bara rétt undir illjónum á honum. Já, og fyrir sig sjálfan. Og fyrir sjálfan sig, já. Já, einmitt. Það er svolítið munur, alltaf sé ekki oftast verið að byggja fyrir einhvern annan. Já. Við ætlum að stökkva í stuttu auglýsingahlé. Við komum aftur eftir augnablik. Velkomin aftur. Ég sit hérna með honum Hjörleifi Stefánsssyni, arkitekt, og við erum að spjalla arkitektúr og ýmislegt sem því tengist. Hjörleifur, eitt af verkefnunum á teikniborðinu er kirkjan, Miðgarðakirkja í Grímsey, sem að allir vita að brann til grunna. Hvað var ekki í september? Jú, það var 22. september, já. Já, og hvernig leggst þetta verkefni í þig? Jú, mér finnst þetta mjög, mjög áhugavert verkefni. Það er svo margar ástæður fyrir því, en
Ein er náttúrulega svo sko að ég hef alveg einstaklega gaman að því að koma til Grímseyjar. Ég hafði ekki komið til Grímseyjar fyrr. Nú er ég búinn að koma þarna 3 sinnum og kynnast lítillega samfélaginu þarna sem ég finnst afskaplega áhugavert. Og svo er hitt það sko að þessi kirkja, hún hefur svo mikla merkingu fyrir þetta samfélag. Þetta er pínulítið samfélag, örfáa hræður sem búa þarna og þetta er húsið sem þau eiga sameiginlega og þetta er húsið sem hefur einhvern veginn táknrænt gildi fyrir þetta mannlega samfélag sem þarna er, fyrir samfélagi eins og það er núna og það ber í sér tengsl við fyrri kynslóðir, langt aftur í aldirnar. Er það ástæðan fyrir því að þú fékkst þetta verkefni, að því að þú ert svona sögulega þenkjandi? Ég veit það ekki, sko, ég er kannski ekki rétti maður til þess að greina frá því, það var bara haft samband við mig og ég var spurður hvort ég væri til í að takast á við þetta, sem ég bara sagði strax já við. Mér finnst ekki ókleitt að það sé út af því að þú berð svona mikla virðingu fyrir sögu húsa sem þú tekst á við. Vonandi er það. Ég sé þú ert hógvær, það er alltaf leið, ég skal ekki pína þig meira. Í sjálfshóli. Já. En allavega þetta er sko alveg einstaklega áhugavert verkefni og í samhengi við það sem ég sagði áður, þá er það kannski þetta með samfélagslegt gildi verkefnisins. Þetta er ekki bara kirkja, þar sem að framfara kristilega trúarlegar athafnir, heldur er þetta tákn samfélagsins, þetta er tákn þess að þetta er samfélag. Og það kemur líka svo glöggt í ljós að Grímseyingar standa svo þétt saman að þessu verkefni. Þeir eru bara eins og einn vilji og þeim vilja er ég að reyna að þjóna núna út frá minni fagþekkingu. Já, maður fann það alveg sko í fréttaflutningi og öðru af þessum hræðilega viðburði að það var svolítið eins og að vera kippt undan þeim fótunum. Já, þetta er náttúrulega samfélag sem hefur staðið höllum fæti mjög lengi. Já. Og enn eitt reiðarslagið héldu kannski margir að yrði til þess að gera út þetta samfélag. En það var nú annað sem að gerðist, það einhvern veginn þjappaði þeim saman og þeir takast á við þetta með bara bros og vör og hlátrasköllum og bara með spenningi. Já, sko, maður getur ímyndað sér, nú það maður bara að segja að maður þurfa að ímynda sér það af því að ég hef aldrei prófað, við búum náttúrulega öll á eyju en að búa á þessari pínulitlu eyju þarna svolítið langt í burtu frá okkur hinnum, það hlýtur að hafa einhver áhrif á fólk og veita því einhver svona sér einkenni í rauninni. Já. Það þarf að vera rosalega sjálfbjarga. Já, það held ég sjálfur rétt. Og sko það sem ég hef verið að reyna við undirbúning á þessari kirkjubyggingu að finna leiðir til þess að einhvern veginn í fyrsta lagi tengja þetta við sögu eyjarinnar og tengja þetta við náttúru eyjarinnar og bæta þarna einhverjum þáttum við kirkjuna umfram það sem gamla kirkjan hafði samtímis því sem að ég geng bara alveg með galopin augun að því að gera kirkju sem líkist þeirri gömlu af því að bara hinn sjónræna mynd kirkjunar er það svo sameign sem að og það tákn sem að skiptir máli fyrir þetta samfélag. Sko þannig mál með vexti að sko árið 1222 þá kom Guðmundur Arason biskup á flótta undan Sturlungum út í Grímsey og var þar tíma og hann blessaði bjargið sem sagt er. Hann var svona svolítið galdrakall, hann blessaði brunna og bjargið og hann hafði þess háttar tengsl við æðri máttarvöld að þetta skipti verulega miklu máli. Rétt fyrir neðan Miðgarðakirkju í klettunum þar fyrir neðan er gríðarlega fallegt Stuðlaberg sem að Guðmundur góði blessaði og nú ætla ég að leggja til að kirkjan verði að hluta til byggð úr blessuðu Stuðlaberginu hans Guðmundar góða. Það verði stuðlar í gólfinu, altarið verður bara bergstuðlar sem standa upp úr gólfinu og þann hátt reyni ég að tengja þetta við þennan þátt í náttúru eyjarinnar. Þetta finnst mér skipta máli og á sama hátt sko
upphaflega kirkjan var byggð úr rekaviði. Við ætlum að nota rekaviði í nýju kirkjuna líka, en við gerum það bara á annan hátt. Það er að segja, eftir mætti þá reyni ég að tengja hana við náttúru eyjarinnar til þess að einhvern veginn fær henni einhvers konar gæði umfram það sem að ella hefði orðið. Já, hún verði í rauninni áfram þessi gríðarlega stóri hluti af samfélaginu þrátt fyrir að þurfa að endurbyggja hana. Já, sko, eitt er víst sko að margir eyjasetjar vilja leggja þessu lið ekki bara með fjárframlögum, heldur vilja líka taka þátt í því að byggja hana. Og við höfum fengið til liðs við okkur byggingameistara sem ætlar að búa í eynni meðan við erum að byggja hana og búa þannig í haginn að fólk geti unnið í sjálfboðavinnu við að byggja kirkjuna. Það sé ekki bara það að þetta sé þeirra kirkja, heldur þetta líka kirkjan sem þau byggja. Það er áhugavert. Og þetta er líka svona samfélagsleg hlið á þessu viðfangsefni. Já, þetta skapar eflaust enn meiri einingu ef það er hægt. Ég reikna með því. Já, ok, þetta verður spennandi. Og veistu hvernig svona tímalínan er? Hvenær heldur þið að fara svona að byrja? Það er svolítið erfitt það að segja sko. Fyrsta lagi þá á náttúrulega byggingarnefnd Akureyrar byggingarfulltrúi eftir að samþykkja teikningarnar. Já, en þú ert alveg búinn að teikna? Ég er ekki búinn að því, þetta er í vinnslu. Já, þú ert að vinna í þessu. Þannig ég gerir mig vonur að nú í janúarmánuði þá verður þetta samþykkt í byggingarnefnd og þá er hægt að fara að huga að framkvæmdum á staðnum. Við gerum ráð fyrir því að í vetur verði gluggar og hurðir smíðaðar og efni unnið, forunnið og svo er það draumur manna að kirkjan geti staðið þarna fullbúin að utan þegar ár verður liðið frá kirkjubrunanum, það er að segja 22. september. Já. Og þetta er að ég held hægt ef menn þjappa sér saman og einbeita sér að verkefninu. Já, þið verðist allan að vera á virkilega góðu skriði. Já, það held ég. Þannig að þetta hlýtur að vera mjög spennandi og sko, þú ert búsettur í Reykjavík, það er rétt hjá mér. Þetta er svolítið langt í burtu. Hversu mikið heldur að þú getur svona skiptir af? Sko, ég á með fjölskyldu minni lítið hús í Svarfaðardal og við erum þar mikið og ég vona því að á þessu árið þá verðum við þar í sumar til dæmis og við förum þangað mjög oft og svo þegar maður hefur einhvern veginn einu sinni lært að fara allir Grímseyjar þá er þetta engin vandi. Nei. Þetta er ekkert mál. Hvort finnst þið betra að fljúga eða sigla? Mér finnst hvort tveggja skemmtilegt, sko. Ég er ekkert sjóveikur þannig að það truflaði mig ekki neitt. Nei. Mér fannst mjög gaman að fara með ferjunni en líka gaman að fljúga. Já, það er rosa snöggt. Og svo í þessi þrjúskipti sem ég hef farið þá hef ég alltaf verið veðurteftur. Já. Þannig að þú hefur bara fengið þarna smá auka daga. Já. En sko, er ekki alveg þokkalegt veður þarna samt yfirleitt eða ert þú bara óheppinn? Nei, það þarf ekkert mikið út af að bera til þess að það verði ófært sko. Nei. Í eitt skipti var til dæmis ófært vegna þess að það var mikið þoka á Akureyri. Það var gott veður í Grímsey. Þannig þetta er ekki bara spurning Grímsey endan heldur hinn líka. Það þarf víst alltaf gangu upp. Já, einmitt. Mér finnst svo áhugavert hvað þú virðist alltaf leita í meiningu í þínu fagi. Og mér finnst áhugavert að ræða sko framtíðina því það er svo rosaleg framför alltaf í byggingarlist, byggingatækni og allt þetta og nú er náttúrulega öll þessi sko umræða umhverfisvernd og allt það komið inn í þetta líka og einföld hús og umhverfisvæn og allt þetta. Hvaða svona pælingar hefur þú varðandi þetta allt? Jú, sko þetta hefur náttúrulega verið allan tíð svolítið ofarlega í huga mér, en svo kemur þetta með umhverfissjónarmiðin í nútíma skilningi til sögunum allir viðbóta sko. Steinsteypan sem átti að bjarga okkur í byrjun 20. aldar, hún er ekki svo umhverfisvæn lengur. Margt sem bendir til þess að við þurfum að gjörbreyta afstöðu okkar til hennar, nota hana í minna mæli og einblína á steypu aðferðir sem hafa ekki jafn víðtæk áhrif. Þannig að ég hef trúað því sko að svona náttúruvænar aðferðir gerir sér meira og meira gildandi. Sko eitt er bara til dæmis flutningskostnaður á byggingarvörum sko frá öðrum heimshornum til Íslands
sem náttúrulega hræðilegt fyrirbæri. Þannig að sko, ég held að menn muni í vaxandi mæli leita í byggingarefni sem eru á staðnum. Já. Þessi hugmynd þarna sem ég var að nefna áðan með bergstuðlana í Grímsey, þetta kannski svolítið af sama meiði, en inn í það blandast svo líka þetta að það, sko, altari í kirkju í raun og veru eina húsgagnið, svo má segja, sem þarf að vera þar til þess að kirkjulegar athafnir fari fram. Steinaltari eiga sér langa sögu. Sko, kirkjubyggingar snemma eftir að kristni komst á, þá var ætlast til þess að kirkjubyggingar væri úr steini. Þeir áttu að vera varanlegar. Páfi gaf undanþágu fyrir norrænar breiddargráðu, þá mátti byggja úr timbri. Altarið átti lengi að vera úr steini. Svo mátti gera það úr timbri, en þá átti í altarinu að vera svo kallaður altaristeinn. Það er að segja steinn sem átti í raun og veru að vera tákn hið varanlega altari. Út frá þessu hefur mér fundist þessi hugmynd Stuðlabergsaltarið í Grímseyjarkirkju en þá betri. Bæði að tengja hana við þessa sögulegu hefð sem er löngu liðin undir lok, en svo líka tengja hana við náttúru eyjarinnar. Já, svo er það bara plús að hann er nú búinn að blessa það. Já, ég er nú hræddur um það. Að geta sagt frá því að kirkjan sé að hluta til úr bergi sem Guðmundur góði blessaði fyrir á 13. öld. Það er gæðastimpill. Það er gæðastimpill, heldur betur. Sko, kannski að lokum að við vorum að tala um umhverfisvænar byggingar og svona, það er þetta kannski spurning að við þurfum að fara svolítið aftur til forfeðra okkar og fara að líta okkur nær í byggingarefnum og nýtni og annað, að fara að búa til, horfa í kringum okkur, hvað get ég? Að einhverju leyti er það, já. En samt sko, ég er alls ekki með það í huga við séum að einhvern veginn hverfa allir fortíðir á nokkurn hátt, sko. Nei. En það eru ákveðin svona gæði, bæði umhverfisleg og fagurfræðileg gæði, sem að við í þessum gamlu byggingum og gamlum aðferðum sem við eigum að horfa til og reyna einhvern veginn að endurheimta í nýjum byggingum. Já, allan að nota sem innblástur. Já, sem nota sem innblástur, skulum við segja. Já, ok, segjum það. Heyrðu, þakka kærlega fyrir að koma. Við hlökkum mikið til að fylgjast með kirkjunni rísa í Grímsey og bara gleðilegt nýtt ár. Takk fyrir mig, gleðilegt ár sömuleiðis. Takk fyrir að horfa. Við verðum hér aftur að viku liðinni. Verið sæl.